Já, það var til hamingju með að lenda í þriðja sæti í einkunnagjöf fyrir hlaup, utan með hlaup Já, á síðast ári. takk fyrir það. Sem þetta er annað skiptið í fyrra sem ég heldur hlaupið Já, og finnið þið fyrir áhuga á hlaupinu? já, bara mjög mikið. Það var svona, hugmyndin var í sjálfu sér alltaf að bara bæði að kynna svæðið þarna, hvað við segja, sem í bakgarðinum hjá okkur. Þannig að það var hugmyndin að hlaupinu að kynna svæðið og vegalengdin 10 kilometrar er svona aðgengilegt fyrir alla. Þannig að það býr til alltaf svona bara áhuga og líka það aðgengilegt fyrir alla, þannig að það er oft svona margir sem eru kannski ekki mikið að hlaupa utan það sem koma þarna til okkar. Þannig að það er bara mjög skemmtilegt. Já, og líka bara þetta svæðið ég meina þetta er oft nær okkur heldur en við höldum sko. Já, já. Það er mjög gaman að fá einmitt nýja leiðir þó það séu nánast að maður á að þekkja það en maður þekkir það kannski ekki endilega nema í gegnum eitthvað svona skipulag. Já, algjörlega sko. Ég náttúrulega býð þarna á svæðinu og hef alltaf hlaupið mikið utan við það, þannig að þetta eru svona stígar sem ég er búinn að vera að hlaupa í svolítinn tíma og þannig að það er bara virkilega gaman að kynna fólki fyrir svæðið sem er, þú veist, ekki eiginlegur hluti af Heiðmörk en er þarna við hliðin á Heiðmörkinni. Já. Sjáðu þið fyrir ykkur einhverja þróun á hlaupinu, fleiri vegalengdir eða ætlið þið bara svona ná svona ákveðnum stöðuleika í því sem þið eru með núna? Já, mér langar alveg að vera með lengra hlaup en það er alveg pínu flókið svona út af við viljum náttúrulega gera þetta vel. Þannig að koma, já, það er því flókið að rata það og setja brautaverðið, þannig að við ætlum allan eins og staðan er að halda okkur þarna en okkur langar frekar að koma með svona styttri vegalengd sem er meira kannski krakkarhlaup. Þannig að það er svona þá næsta sem við munum bæta í. Já. Heyrðu, frábært. Til hamingju aftur og takk fyrir. Takk fyrir sömuleiðis.